512. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar settur. Fundurinn haldinn á Tjarnargötu 12 kl. 17 3. janúar 2017. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Elín Rós Bjarnadóttir, Gunnar Þórarinsson, Kristinn Jakobsson, Árni Sigfússon, Magnea Guðmundsdóttir, Böðvar Jónsson, Baldur Guðmundsson og Guðbrandur Einarsson. Það eru 4 mál á dagskrá fundarins. Þau eru nr. 1 fundargerð bæjarráðs frá 22. og 29. desember síðastliðinn. Nr. 2 fundargerð velferðarráðs frá 11. nóvember og 15. desember síðastliðinn. Nr. 3 fundargerð barnaverndarnefndar frá 19. desember og nr. 4 fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 19. desember. Tekin fyrir fyrsti dagskrárliður, en það eru fundargerð bæjarráðs frá 20. og 29. desember 2016 og áður en ég gef orðið laust þá vil ég benda á að við þurfum að afgreiða fyrsta mál í fundargerð seinni fundargerðinni frá 29. desember sem samkomulagi við innanríkisráðherra. Við þurfum að afgreiða það sérstaklega, en orðið laust. Kolbrún Pétursdóttir, gerð svo. Forseti, bæjarfulltrúar, gleðilegt ár. Ég langar að segja ykkur frá því undir liðnum fundargerð SSS að ég fór til Brussel í nóvember síðastliðnum fyrir hönd Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum og satt þar 14. fund sveitarstjórnar vettvangs EFTA. Vettvangurinn sem var óformlegur tók til starfa árið 2010 og ætlað að gæta hagsmuna sveitarstjórnarstigsins í EES-samstarfinu og EFTA. Helsta viðfangsefnis vettvangsins á þessum fundi var ný áætlun ESB færni, New Skills Agenda, og ályktaði vettvangurinn hana. Helstu markmið stefnunnar að auka færni og efla mannauðinn í Evrópu til að gera fleirum kleift að taka virkan þátt á vinnumarkaði, efla samkeppnishæfni álfunnar og auka hagvöxt í aðildarríkjunum. 10 aðgerðir eru á döfinni sem eiga að koma í framkvæmd á næstu 2 árum. Þar sem sveitarfélögin gegna lykilhlutverki í menntamálum á landsvísu samþykkti sveitarstjórnarvettvangurinn ályktun og áréttaði meðal annars mikilvægi þess að efla færni allra, einnig innflytjenda frá löndum utan Evrópu, til að mæta kröfum þekkingarsamfélags nútímans, til að efla atvinnuþátttöku og stuðla að aðlögun og þátttöku allra í samfélaginu. Virkt samstarf menntastofnana, aðila vinnumarkaðarins, atvinnulífsins og ríkis og sveitarfélaga nauðsynlegt í þessu samhengi. Lögð áhersla á hlutverk grunnskóla og endurmenntunarstofnana og að kennarar fái þá menntun og endurmenntun sem nauðsynlega til þess að þeir geti kennt nemendum nýja færni. Þá lögð áhersla á að auka veg verkmenntunar, fjölga starfsnámstækifærum og að vekja athygli á atvinnutækifærum sem fylgja starfsnámi. Einnig var vakin athygli á færniskorti og aðgerðum til að bregðast við honum á landsbyggðinni og mikilvægi starfrænnar færni og fjarnáms í þessu samhengi. Vettvangurinn lýsti ánægju með fyrirhugaða endurskoðun tilmæla lykilhæfni til ævináms til að leggja frekar áherslu á frumkvöðla, nýsköpun og nýja færni sem nauðsynleg í þekkingarsamfélaginu. Og loks styður vettvangurinn við hugmyndir að skjóta viðurkenningu og mat á færni innflytjenda og hvetur EES-EFTA-ríkin til samstarfs á þessu sviði. Einnig styður vettvangurinn endurskoðun evrópska viðmiðunarrammans menntun en leggur að sama skapi áherslu á að ríkjum sé veitt ákveðið frelsi í þessu samhengi. Einnig var á fundinum fjallað þátttöku EFTA-ríkjanna í stofnun ESB og Brexit, brottför Breta úr Evrópusambandinu, en þar kom fram að áhrif Brexit geta orðið töluverð á ensk sveitarfélög þar sem regluverk ESB hefur áhrif á fjölmörg starfssvið þeirra og hefur starfshópur enska sambandsins greint 400 gerðir sem hafa bein réttaráhrif og mun úrganga Breta úr ESB skilja eftir sig lagalegt tómarúm að talið
Bretland átti von á 5,3 milljörðum punda úr uppbyggingarsjóðum ESB til ársins 2020 og þar af leiðandi hafa ensk sveitarfélög áhyggjur af því að geta ekki tryggt fjármagn í hina ýmsu málaflokka. Mörg önnur atriði má telja upp en til að mynda ætla sveitarfélögin að skoða sérstaklega samfélagsleg áhrif sem geta orðið á vinnumarkaðinn til dæmis ef erfiðara verður fyrir útlendinga að fá dvalarleyfi í Bretlandi, aukna útlendingaandúð og hatursglæpi. Þetta var svona það helsta sem var rætt á þessum fundi og vildi bara upplýsa það. Takk. Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gleðilegt nýtt ár. Takk fyrir árið sem var að líða. Ég langar aðeins að koma inn á fundargerð bæjarráðs 29. desember síðastliðinn. En þar vil ég fyrst nefna Brauðrotni Suðurnesja en það nýjasta sem að gerast á þeim vettvangi að nú að vera að klára byggingarnefndar teikningar af nýrri slökkvistöð og það hefur gengið mjög vel og á næstu vikum munum við kynna þessar teikningar inni hjá sveitarfélögunum og fjármögnun byggingarinnar. Það er mikill spenningur fyrir þessu og vonandi erum við að fara upp á næsta stig með Brauðrotni Suðurnesja með þessu. Það er ljóst að ekki mun þyngja koma neinar álögur á sveitarfélögur vegna þessa. Heldur er þetta þegar gert ráð fyrir þessu í fjárhagsáætlun við BS. Þannig að þetta hefur ekki að vera okkur til íþyngingar. Annars vildi ég nefna lið 2 sem það er vinnuhópurinn sameiginleg skipulagsmál Garðsandgerði og Reykjanesbæjar en við höfum fundað núna alloft á þessu hausti þetta samstarfsverkefni og var til kynningar í bæjarráði. Þetta verkefni hefur gengið vel og það tækir dálítið langan tíma en vænta einhverja niðurstöðu fljótlega á næstunni en vildi nefna það hérna að ráðuneytin 2 sem hafa verið að koma að þessu máli eru mjög jákvæð gagnvart þessu og ríkið mun skipa fulltrúa í vinnuhóp á nýju ári. En eftir að sjá hvernig svona helstu niðurstöðu verða en leið að það kemur fram og þá munum við að sjálfsögðu kynna það hérna í bæjarstjórn. Það hafa ekki fleiri hvassi ljós. Þeir sem geta samþykkt samkomulagið við innanríkisráðherra eru beðnir að gefa merki. Þeir sem samþykkja fundargerðirnar að öðru leyti eru beðnir að gefa merki. Hvort tveggja samþykkt 11:0. Þá er komið að fundargerð velferðarráðs frá 11. nóvember og 15. desember. Orðið laust. Kolbrún Pétursdóttir. Forseti, mér langar bara að benda á hvað það er ánægjulegt að sjá að fjárhagsaðstoð íbúa í Reykjanesbæ hefur lækkað 3 milljónir á milli ára, úr 33 milljónum í 30. Einnig að okkur berast fréttir af því að meðaltekjur á íbúa bæjarins eru loksins komnar yfir þær tekjur sem voru meðaltekjur hrunárið 2008. En þær eru núna tæpar 2,6 milljónir á ári á mann. Því það er svo margt gott að gerast hérna nefnilega. Einnig fannst mér svo gott að við getum staðið bakið á kvennaathvarfinu með umbeðnum styrk frá þeim. En í mínum huga styður vinnur kvennaathvarfið mjög mikilvægt starf í þágu kvenna og barna sem búa við ofbeldi. Takk. Ágætu bæjarfulltrúar, það hefur komið fram tillaga að vísa fyrsta máli í bæjarráði frá 15. í velferðarráði frá 15. desember til bæjarráðs sem að fjallar breytingar á lögum húsnæðisbætur. Þeir sem geta samþykkt það. Í fyrsta máli í bæjarráði? Já, nei, í velferðarráði. Vísa fyrsta máli í velferðarráði frá 15. desember til bæjarráðs til frekari skoðunar. Það var breyting á drögum og
Nei, þetta er velferðarráð númer 348. Þeir sem samþykkt geta fundargerð að öðru leyti, þær eru samþykktar 11.0. Þá er komið að fundargerð barnaverndarnefndar frá 19. desember sem hér er lögð fram. Einhver sem vill tjá sig um það. Svo er ekki. Þá er það fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 19. desember og þar er komið fram tillaga um að vísa 3. máli sem er samkomulag við Thorsil til bæjarráðs til frekari skoðunar. Orðalaust. Það er engin sem kveður sér ljós. Þeir sem geta að þá tillögu um að vísa 3. máli til bæjarráðs er bænum að gefa merki. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina að öðru leyti, þessar tillögur eru samþykktar 11.0. Nú þá er dagskráin tæmd og við gerum hlé á fundinum á meðan að gengi frá fundargerð. Fimmtugasti og 12. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn að Tjarnargötu 12, 3. janúar 2017 kl. 17. Viðstaddir eru Árni Sigfússon, Baldur Guðmundsson, Böðvar Jónsson, Elín Rós Bjarnadóttir, Fríðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þóransson, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Kristinn Þór Jakobsson, Magnea Guðmundsdóttir og í forseti Guðbrandur Einarsson. Fyrsta mál fundargerð bæjarráðs frá 22. og 29. desember 2016 og forseti gaf orðið laust fundargerðirnar.
Til máls tóku Kolbrún Jóna Pétursdóttir og Friðjón Einarsson. Fyrstu liður í fundargerð frá 29. desember síðastliðinn, fundur nr. 1105, samkomulag á milli innanríkisráðherra og bæjarstjórnar Reykjanesbæjar var borin sérstaklega upp til atkvæða og var samþykkt með 11 atkvæðum. Fundargerðirnar samþykktar annars 11-0. Annað mál fundargerð velferðarráðs frá 11. nóvember og 15. desember 2016. Forseti gaf orðið lausn um fundargerðirnar og til máls tók Kolbrún Jóna Pétursdóttir. Samþykkt að vísa fyrsta tölulið fundargerðarinnar frá 15. desember síðastliðnum drögum að leiðbeinandi reglum fyrir sveitarfélag framkvæmd sérstakt húsnæðisstuðnings til bæjarráðs og var það samþykkt 11-0. En fundargerðirnar samþykktar 11-0 að öðru leyti. Þriðja mál fundargerð barnaverndarnefndar frá 19. desember 2016. Forseti gaf orðið lausn um fundargerðina og hún var lögð fram án umræðu. Og fjórða mál fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar 19. desember 2016. Forseti gaf orðið lausn um fundargerðina samþykkt að vísa þriðja tölulið fundargerðarinnar Thorsil EHF til bæjarráðs og var það samþykkt 11-0. En fundargerðin samþykkt 11-0 að öðru leyti án umræðu. Þeir sem samþykja fundargerðina eru beðnir að gefa merki. Hún er samþykkt 11-0. Fundargerðin verður því undirrituð og 512. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar er hér með slitið.